Góðan daginn og velkomin á þennan viðburð hjá Iceland Safe sem ber heitið ESG bakslag áhrif þessa á Íslandi. Hvorki meira né minna. Léttmeti svona í morgunsverið. Kannski byrja bara á að kynna mig. Ég heiti Jóhanna og ég er í fræðslunefnd Iceland Safe. En ég er líka í ráðgjafateyminu hjá KPMG, sjálfbærni ráðgjöf. En okkur fannst við hæfa að ég er í fundarstjórinn í dag. Það geta hlutverka mér á heimavelli í þessum fallega sal í æðislega útsýni. Bara njótið. Ég var svona að hugsa hvað ég ætti að segja til að brjóta ísinn svona í morgunsverið og menn allir að fá sér kaffi og croissant. Og það fyrsta sem mér datt í hug var svona titillinn á þessum viðburði. Hann er svona svolítið stórt. Og svona ykkur að segja til að hleypa ykkur aðeins inn í nefndarstörfin, þá tókum við nokkra fundi tengt þessum titli af því að við vildum einhvern veginn vera gagnsæ, en allt í einu kom upp svona fát á okkur hvort við værum bara að upphefja einhvern veginn neikvæða umræðu og værum ekki að standa okkur í stikkinu sem fræðslunefnd fyrir ábyrga fjárfestingar. Þannig að við tókum þarna alveg nokkuð góðar umræður, en að því við erum dýnamískt teymi þá enduðum við svo á þessum titli. Og ástæðan er svo að við viljum bara vera gagnsæ, það eru vendingar. Við hugsuðum einmitt orðið vendingar, vatnaskil, eitthvað svona aðeins mildara. En við viljum vera gagnsæ. Það er svona markmiðið með þessari fræðslunefnd. Og þess vegna heitir þessi viðburður ESG bakslag og áhrif þess á Íslandi. Ég held að það megi svona skipta þessum titli í tvennt. ESG bakslagið er kannski eitthvað staðreynd. Það kemur að nýjustu ákvörðun Evrópusambandsins að draga úr innleiðingu regluverka til dæmis. En áhrifin eru kannski óljósari. Og það er það sem við ætlum að einblína á í dag og reyna að átta okkur á og skilja. Er bakslagið endilega slæmt eða er þetta eitthvað tækifæri í sauðagerðu? Það bara mun koma í ljós. Ég er bara fundarstjórinn, þannig að ég veit það ekki. Og við erum með frábæra viðmælendur í dag. Ég ætla að skipta einhverju. Og það er þessi fjögur. Það er Hafdís Hanna Ægirsdóttir. Hún er forstöðumaður Sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands. Svo er það Kenneth Lamont frá Morningstar. Welcome Kenneth. Great to have you here with us. Og Vignir Þórsson. Hann er fjárfestingarstjóri hjá Íslandssjóðum. Og svo er það Hafþór Ægir Sigurjónsson sem er hluthafi hjá KPMG. Þau eru öll að koma frá ólíkum stöðum í atvinnulífinu. En ég held að þetta verði mjög áhugavert fyrir okkur og ekkert endilega nákvæmlega sami vinkill. Og það er líka kannski markmiðið hjá Iceland Safe að vera ekki bergmálshellir. Heldur sjónarmið fólks í atvinnulífinu. Og nú ætla ég að hætta að blaðra og bjóða hana Hafdísi Hönnu velkomna. Hún er forstöðumaður Sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands og hefur áratuga reynslu á sviði sjálfbærni, umhverfismála og leiðtogafræða. Hún er með doktorsgráðu í plöntuvistfræði og hefur starfað bæði hér heima og alþjóðavettvangi. Bjóðum hana velkomna. Komið blessu og sæl, heyriði vel í mér? Já, flott. Og takk fyrir kynninguna, Jóhanna. Og það er mikill heiður að vera með ykkur hérna í dag. Þetta er alveg svona nýr hópur fyrir mig sem er ótrúlega gaman. Því að við hjá Sjálfbærnistofnunum eru svo mikið í að reyna að brjóta þessa múra á milli háskólans og samfélagsins og atvinnulífsins. Þannig að ég er mjög spennt að vera hérna með ykkur í dag. Ég var svona alltaf fyrir mér þegar ég var beðin að vera með þetta erindi. Og þegar ég veit af þessum breytingum sem er í farvatninu varðandi sjálfbærni og svona þessu bakslagi. En eruð þið, eða einhver sem þið þekkið að starfi með, kannski orðin pínu þreytt á allar þessar áherslu á sjálfbærni upplýsingagjöf, kafónísa reglugerðir og greinar sjálfbærni áhættu og er kannski bara allt í lagi að slaka hans á kröfunum og af hverju erum við að leggja rauninni alla þessa, hvað segir maður, alla þessa vinnu og alla þessa orku í þessi mál. Skiptir þetta einhverju máli fyrir okkur? Og í erindum mínu í dag ætla ég ekki að fjalla um reglugerðir. Þetta er ætla ég að fjalla stóru myndina í sjálfbærni. Aðeins að taka okkur svona út fyrir
út úr Excel-skjölunum og þessu reglugerðum og setja sjálfbærni í svona hnattrænt samhengi. Og kannski segja ykkur frá því svona það sem ég hef lært bæði mínu námi og mínu störfum viðsvarum heiminn, bara mikilvægi sjálfbærni og af hverju það hefur aldrei verið mikilvægari núna að vinna sjálfbærni. Þannig að það er svona það sem ég ætla að einblína á. Og mér langar að byrja í rauninni á að fara með ykkur í ferðalag til Brasilíu, til Amazonskógarins. En ég fór þangað í fyrsta skipti síðastliðið haust í vinnuferð á vegum Sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands, verkefni sem við erum að vinna með alþjóðlegu náttúruverndarsamtökunum og háskólanum í São Paulo í Brasilíu. Og síðastliðin 20-25 ár hef ég bara vegna minna starfa og náms ferðast víð heiminn til ólíkra landa og fjarlægra landa oft. En það var eitthvað nýtt í þessari ferð sem að fekk mig til að staldra við og ég fekk svona þetta aha moment í þessari ferð sem að mér langar að segja ykkur frá. Og kannski er ein ástæðan fyrir því er Amazon. Hver hafi ekki munað eftir Venturex-skóguna eða Amazon-skóguna. Í minni bernsku þá er þetta mjög svona ljóslifandi. Einhvern veginn að mikilvægi Amazon-skógarins og Venturex-skóguna og þetta er ekkert sem var að gerast í gær. Þannig að svona Amazon-skógurinn fyrir mér er eitthvað svona kjarnar þessa tilvist sjálfbærni og umhverfismála. Svo líka, sem tengist líka bara rauninni loftslagskopp næsta, sem verður einmitt í Brasilíu og einmitt er í Belém sem nærri þessum stað sem ég heimsótti. Þannig að þetta er svona, Amazon-skógurinn er svolítið í deiglunni núna og svolítið í miðjunni á þess sem við erum að tala um. Ég fór það vísa ferð og við fengum ótrúlegt tækifæri til þess að bæði skoða okkur og vorum með heimafólki og það er þessi rosalegi skógur, þessi mikli skali, skógur svo stór, fljótið svo stórt og ég segi alltaf ég er að fara niður á sjó, ég er að fara niður á vatni, þess að niður á. Þannig að þetta er svo mikil skali og svo mikil fegurð og einhvern veginn svona þessi stærð og þessi kraftur var svo þessi upplega þessi miklu fegurð. En svo vissi ég líka að þetta landslag, þessi skógur, hann er að tapast og á síðustu 15 árum þá hefur skógurinn tapast á svæði sem að samsvarar tvöfaldri stærð Íslands. Stór svæði eins og þessi hér eru rudd fyrir nautgripi og eftirverður bara auðn og þetta er ræktað til dæmis fyrir sojabaunir sem eru til dæmis notaðar í dýrafóður á Íslandi. Og það er líka í Amazon námugröftur eftir báxíti sem er svona grunnhráefnið í álframleiðslu sem að við notum ál bara í okkar daglega lífi, í símann okkar og rafhlöður og okkar tæki. Þannig að við erum hluti af þessu, ég er hluti af þessu og þið eru hluti af þessu. Þetta er bara, heimurinn er allur samtengdur. Okkar neysla, okkar vörur, það sem við erum að gera á Íslandi tengist til Amazonskógarins og öfugt. Þannig að eftir að hafa einhvern veginn upplifa þessa fegurð og þessa eyðileggingu á sama tími í þessari ferð, þá bara einhvern veginn þyrmdi yfir mig. Ég stóð og horfði og það bara allt í einu kom eitthvað svona bara, mjög svona skrýtin tilfinning í líkamann. Og á sama tíma voru svona mjög neikvæðar fréttir frá Íslandi sjálfbærni og kröfur til fyrirtækja. Og ég man að ég hugsaði, ég verð að segja þessa sögu. Þetta er bara eitthvað, það bara kom rosalega sterkt til mín. Við þurfum að minna okkur á af hverju þetta er mikilvægt, af hverju erum við að þessu, af hverju skiptir þetta máli? Og af hverju er þetta ekki bara mikilvægt, þetta er lífsnauðsynlegt bara fyrir okkur og framtíðina og jörðina. Af því að það er svo auðvelt einhvern veginn að festast í regluverkinu, í Excel-skjölunum og ég bara tengi mjög vel við það sjálf. Og gleyma þá kannski bara í rauninni kjarnanum, af hverju þetta er mikilvægt og heildarsýninni. Svo kem ég heim og þá eru bara, þetta er enda svona nýlega fréttir og það er bara endalausa fréttir í fjölmiðlum, bæði íslenskum og erlendu fjölmiðlum. Það er stríð og það er pólitísk óvissa og loftslagsváin og hækkanir á matvælaverði og við flöskuhálsar í virðiskeðjum og allt þetta. Og maður hugsa, hvernig tengist þetta? Eða tengist þetta eitthvað? Jú, þetta nefnilega tengist allt. Og það sem er að gerast í náttúrunni, að það hefur áhrif á viðskiptakerfið okkar, á samfélag heimsins. Allt samtengt. Allt hluti af sama mynstri og við erum þó Íslands í eyja í svona landfræðilegum skilningi þá erum við þess að þið vitið alls ekki eyja svona í samfélagi þjóðanna.
Þannig það ekkert þarna úti sem okkur óviðkomandi og sem við gerum hefur líka áhrif annars staðar. Og þess vegna skiptir máli líka að sjá þessar tengingar og ekki til þess að dæma okkur eða gagnrýna, heldur meira til þess að kannski átta okkur á því hvernig við getum haft áhrif. Af því að við getum haft áhrif, þó við kannski sjáum það ekki alveg strax. Og þegar við sjáum tengingarna, þá getum við líka farið að sjá rauninni hvernig staðan á jörðinni, þú veist, af hverju mikilvægt átt að sjá á þessari stöðu og farið að bregðast við. En hver er staðan? Bara mjög stutt. Við byrjum bara á loftslagsvánni. 2024 var heitast ár frá upphafi mælinga, fórum yfir þessa frægu 1,5 gráður Celsius og bara síðustu áratugir hafa verið mjög heit áratugir. Það eru öfgar í veðurfari, jöklabránum, þurrkar, skógareldar, hækkandi sjávarstaða. Þetta hefur slæm áhrif, ekki bara á náttúru, þetta líka á heilsu og lífsviðurværi fólks víða um heim, á fæðuöryggi, innviði og efnahag. Svo það líffræðileg fjölbreytni, en það hefur verið lífinu á jörðinni hefur fækkað lífríkinu 73% samdráttur í stofnum villtra dýra frá árinu 1970 og líffræðileg fjölbreytni er gríðarlega mikilvæg því hún tryggir bæði fjölbreytni í fæðu, hún heldur jarðvegi frjóum og við erum að rækta matvæli á frjóum jarðvegi, vatni hreinu og dregur úr loftslagsbreytingum. Og ef við töpum þessari líffræðilegu fjölbreytni þá veikir það vistkerfi, það veikir hagkerfi og það veikir samfélag. Og vistkerfi er að eyðast. 40% af landi er orðið rýrt og það einmitt eykur loftslagsbreytingar, þetta er allt samtengt, eykur fátækt, fæðuóöryggi og eykur líka tap á líffræðilegu fjölbreytni. Þetta líka eykur svona áhættuvarandi heilsufar fólks, veldur þvinguðum fólksflutningum og átökum takmarkaðar auðlindir. Allt samtengt, bara það er svona stóra máli, hvernig þetta er allt samtengt. World Economic Forum gefur árlega út skýrslu sem kallast Global Risk Report, sem er rauninni svona áhættu landslag heimsins. Og mjög áhugavert að rýna þessa skýrslu, því að mér langar að segja hérna, þetta er helsti gagnagrunnur, þetta er unnið þannig, þetta er helsti gagnagrunnur Alþjóða efnahagsráðsins, World Economic Forum, og það er talað við fjölda sérfræðinga, alls konar sérfræðinga víða um heim, bæði með könnun og með viðtölum, þannig að þetta er stór gagnagrunnur. Og þessi hnattræna áhætta er skilgreind sem atvik eða ástand sem getur haft neikvæð áhrif á verulega hluta heimsframleiðslu, mannfjölda eða náttúruauðlinda. Þannig að þetta er ekkert svona smátt í sniðum. Það sem er áhugavert hérna er að við skoða annars vegar áhættuna til 2 ára, næstu 2 ára, 2025-2027 og svo næstu 10 ára. Ef við horfum bara til næstu 2 ára, þá erum við að tala númer 1, útbreiðsla rangra upplýsinga og falsfrétta. Númer 2, öfgar í veðurfari og númer 3, þessi átök sem er í heiminum. Og svo höldum við hérna áðan til svona stærstu 10 stærstu áhættunar. En til næstu 10 ára, þá eru fyrstu 4 allt eitthvað tengt náttúrunni, sem hefur þá áhrif á efnahagi og samfélag. Númer 1, öfgar í veðurfari, númer 2, tap á líffræðilegri fjölbreytni og bara vistkerfi heimsins sem að við bara öll okkar velsæld byggir á hrinur og svo loftslagsmálin og náttúruauðlindirnar. Þannig að þetta er svona áhugavert að vita og taka tillit til og vinna með. Þið munið kannski eftir þessari litlu fréttin að koma hérna rétt við, þetta er 19. nóvember á síðasta ári. Flóðin og spári hafa áhrif á jólahefð Íslendinga. Klementína, mandarínar okkar fyrir jólin. Ekki svona stórt máli kannski í stóra samhenginu í heiminum, en samt þetta er eitthvað sem við tengjum við Íslendingar. Og þetta bara sýna okkur það að þessi flóðaspáni sem að ollu því að virðiskeðjan, hún svona var svolítið brothætt. Því að brothætt vistkerfi valda brothættum virðiskeðjum og þá geta orðið tafir, hærri kostnaður og óvissa. Af því að viðskipti og hagkerfi byggja nefnilega á heilbrigðri náttúru, beint eða óbeint. Og
svona áhugavert að vitlaus svona, þetta svona svolítið gamalt dæmi, svo 2011, þegar við hugsaum þessa virðiskeðju, þá þetta svolítið áhugavert dæmi. Þetta kannski svona fyrsta afgerandi dæmið, þar sem atburður í einu landi, Tælandi, sem rökstæði að sé vegna enga loftslagsbreytinga, settur í samhengi við vöruþurrð í landi hinum megin á hnettinum. Það var flóð í Tælandi, svo kom í fréttablaðinu sálega, 3. nóvember 2011, bara 1 harðdiskur á mann, vöruþurrð í íslensku tölvuverslunum vegna monsúnflóðanna á Tælandi. Svona áhugavert dæmi, sem samt alveg orðið, meira en 10 ára gamalt, næstu í 15 ára gamalt. Þannig að það þessi stóra mynd sem mitt, mér langar að segja ykkur frá í dag, að fæðu óöryggi og skortur leiða til óánægju og félagslega spennu og slík spenna getur svo valdið átökum, innri óróa og fólksflótta og samkvæmt Sameinuðu þjóðanna þá gæti alltaf 700 milljónir Íslendinga að flytja fyrir árið 2050 vegna landrýmdunar og bara hlýnunar loftslags. Og Ísland tengt gegnum markaði, innflutning og áhrifakeðjur og við erum þar ekki undanskilin. Og þetta var akkurat, ef þið fóruð á janúarráðstefnu með festu, að þá var Mikael Mikaelsson akkurat með erindi þetta. Mjög áhugavert erindi. Og umhverfismál eru líka samfélagsmál og snúast hugrakka leiðtoga. Og hérna er svona þetta bara fréttirnar í dag. Loftslagsbreytingar stuðla auknum mæli fólksflutningum. So the average person will be 40% poorer if the world warms by 40 degrees Celsius. Þannig að þetta bara svona, það alls konar sem við þurfum að huga að. Þannig að þetta lokaglæran og við stöndum í dag á krossgötum. Við getum látið undan þreytu og efa, eða við getum ákveðið að halda áfram, jafnvel þótt vindaflási. Og við vitum að þessar áskoranir þær hverfa ekkert, þó að vera einhver breyting í regluverkinu. Þær munu aðeins að vaxa, en við getum ákveðið að bara taka höndum saman og halda áfram, af því það skiptir máli, af því við höfum bara ekki efni á því að líta á sjálfbærni sem aukaverkefni. Hún er forsenda fyrir efnahagslegum stöðugleika, öryggi og vexti. Og það sem gerist í heiminum, hvort sem það í Amazon Expo-inum eða hér í Borgartúninu, að þá hefur það bein áhrif á framtíð okkar allra. Og sjálfbærni er ekki kvöð, hún er tækifæri og tækifæri til að skapa nýjar leiðir og nýjar virðiskeðjur. Og ég bara vona að við séum öll að vinna sjálfbærni ekki af því við séum bara til þess að vera í skjölunum og heldur vegna þess að við trúum að sjálfbærni og það er mikilvægt að huga sjálfbærni fyrir okkur öll, fyrir framtíðarkynslóðir og fyrir jörðina. Þannig að ég bara kannski að lokum, þá bara spyr ég, ef við gerum þetta ekki núna, hvenær ætlum við þá að gera þetta? Og ef ekki við, hver þá? Þannig að takk fyrir að vera saman í þessari vegferð. Takk fyrir. Það er aðeins lengar. Fyrirkomulagið þannig að við bara spyrjum viðmælendur beint eftir erindin og svo sleppum við þeim frá sér. En þetta var virkilega áhugavert og sérstaklega með umhverfisáhaldurnar sem voru að fara að springirast með eftir 10 ár. Er einhverjar spurningar til Hafdísar Hönnu? Þetta var rétt mikrofón. Þarna er strax einn spurning. Takk fyrir flott erindi í morgunsárið. Ég er í sérfræðingur í sjálfbærni KPMG og gaman að fá okkur öll líka í hús. Stóra samhengið, þetta er svo langt í burtu. Ég hef aldrei komið til Amazon, en myndirnar tala sínu máli. Ef ég er að leita fyrirtæki hér, að vinna með einhverju fyrirtæki hér, mann finnst þetta svo fjarlægt. Hvað er það sem kannski fyrirtæki hér nú geta gert? Hvernig voru að styðja við fyrirtæki á Íslandi til að leggja sín skerfa mörkum? Takk. Takk hérlega fyrir spurninguna. Nákvæmlega, við getum einmitt, eins og við segjum, þetta er svo fjarlægt og maður hugsa að þetta skiptir einhverju máli fyrir okkur. Jú, það er nefnilega ótrúlega áhugavert sem ég langar kannski að segja hans frá er að við hjá Sjálfbærnistofnun unnum fyrir íslensk stjórnvöld smitáhrif heimsmarkmiðanna, ég veit ekki hvort það þekki það. Það er annars vegar hvernig við stöndum okkur í sjálfbærni heimsmarkmiðanna á Íslandi við innleiðum hér á landi. Svo þessi smitáhrif, hvaða áhrif höfum við með okkar neyslu og innflutningi á því hvernig önnur lönd
geta innleitt heimsmarkmiðin í sínum löndum. Og þarna kemur einmitt svolítið inn á þetta hvað íslensk fyrirtækjum, bara hvað við hér bara almennt á Íslandi getum gert. Það er bara hugað því, hvernig okkar virðiskeðju, hvað erum við að kaupa inn, skoða það, þú veist, í rauninni, hvaðan koma vörurnar sem við erum að koma inn, það umhverfisvottaðar, hvernig aðbúnaður, ekki bara náttúrunnar, heldur líka bara samfélagslega, hvernig aðbúnaður fólks í þessu löndum, í þessu fyrirtæki eða hjá þessum birgja. Þannig að skoða birgjan okkar, huga að því, þú veist, hvað við erum að flytja inn og af hverju. Þannig að hugsa þetta í þessu stóra samhengi og muna það bara við höfum áhrif af því að á meðan að Ísland kemur vel út, svona tiltölulega vel út í innanlands, hvernig við erum að innleiða heimsmarkmiðin á sjálfbærni, þá komum við mjög illa út í þessum smitáhrifum af því að það er mikill innflutningur hérna og bara það er hátt neyslustig. Þannig að hvernig getum við bara hugsað í hringrás, meiri hringrás og hvernig við getum hugsað í hringrás og þessu virðiskeðjum og hvaðan erum við að fá og með hverjum erum við að vinna bara út allan heim. Þannig að það er kannski svona svarið við þessu. Robert, já, kannum við segja. Takk hérlega fyrir flottir en Gunnar Ráðgjafi hjá Deloitte. Ein spurning, hvort þið hafi hvað greina efnahagsleg áhrif sem kynnti hér gríðarleg umhverfisáhrif og svoleiðis en þennan áhrif á nákvæmlega. Sem er mikið í tölunum og þetta high purpose skiptir gríðarlegu máli. Þegar við förum öll að setja aftur á skrifborðið og opna Excel-skjölin og það var að reikna tapsáhættur og þess aftur. Hefur það vært svona skoða þetta, bæði áhrif hér og greiningar erlendis? Við höfum ekki sjálf skoðað svona bein efnahagsleg áhrif, en það sem við gerðum í þessari skýrslu fyrir forsætisráðuneytið smitáhrifin var meira svona að greina stöðuna, þannig að maður skoða hvar og það er vonandi við getum haft áhrif með það verkefni, hver eru mestu smitáhrifin og hvaða áhrif hafa þau, þannig að þetta er svona kannski að byrjendastig með það, en því að fyrst þarf svona að skoða kortleggja stöðuna, hvar eru mestu smitáhrif Íslands og hvaða áhrif hafa þau, en erlendis, það eru erlendar rannsóknir sem sýna það, þetta hefur. Við þekkjum það kannski svolítið vel í gegnum líka mitt fyrrastarf hjá Landgræðsluskólanum, þar sem við erum að tala vistkerfin og jarðveginn, að það eru bara, og líka og í loftslagsmálum að þetta hefur gríðarleg efnahagsleg áhrif og bæði það kostar miklu meira ef við gerum ekki neitt, ef við bíðum og líka eins og endurheimt vistkerfi, ef við endurheimtum vistkerfi, að þá erum við að það er mun betra heldur að gera ekki neitt, það kostar okkur miklu meira, þannig að það er mjög áhugavert og þarf að skoða þetta svona mjög grundigt. Þannig að takk fyrir spurninguna. Frábært. Ég held að við verðum að halda áfram. Já. Þannig að ég fæ Elínu kannski til að hjálpa þér að taka að í mikrofónið. Næstur á dagskrá er hann Kenneth Lamont. Maður sjá, Lamont kemur frá Morningstar og hefur víðtæka reynslu af fjárfestingum í hlutlausum sjóðum eða passive funds og þematíkum fjárfestingum. Og sérhæfir sig í greiningum á evrópskum sjóðastýrendum. Kenneth er almennt talinn meðal fremstu sérfræðinga heims í hlutlausum og þematengdum sjóðum og kemur reglulega fram sem ræðumaður á ráðstefnum og sem álitsgjafi í fjölmiðlum. Leyfum honum að setja mikrofóninn á réttan stað. Okay, so welcome Kenneth. The stage is yours. Hello. Delighted to be here, to be honest. I actually grew up in the Orkney Islands, which is sort of the Diet Coke version of Iceland. It's not quite as beautiful, it's not quite as far north, but the weather is just as bad. Of course, I've come in from London. I work on the fund research team at Morningstar. And so today I'd like to talk about the ESG backlash through the lens of financial funds, essentially. I work in the fund research team. We also we are part of Sustainalytics, and I'll lean heavily on the research done by my colleagues. And at the end, I'll link to some of the papers that they've published and you can access as well. So a good place to start when we talk about the ESG backlash is to look at assets under management.
But a quick note here on the data set. So this is maintained by the research team in Sustainalytics. And essentially it's self-identifying funds globally that say they're ESG. So very light ethical screening not included, but anything that in its prospectus or in its name explicitly says it's an ESG fund. That's how we're sort of building a global data set. So we're not looking at any regulatory box ticking or anything like this. This is our data set. So if we're asking the question, are we living through an ESG backlash? If you look at the very highest level, it actually doesn't look much like it. So global assets under management are close to the highest they've ever been as of the end of the year. But clearly things are a little bit more complicated than that. So if we take a look now at flows into these funds, you can see, so the orange or reddish line here is flows into all funds in the global universe. So you can see that flows into sustainable funds sort of matched in this sort of boom period to the end of 2021, beginning of 2022. And actually, as we've seen sort of global markets recover, we've seen assets flows going back into normal funds. We've actually seen a continual decline into ESG funds. So it still doesn't really feel like maybe a backlash, but it does feel like a dampening of enthusiasm, let's say, something like that. But then we look even closer. We actually break it down into quarters. So again, we've got the regional differences here. So again, Europe is in blue. You can actually start to see when we talk about ESG backlash, we're really talking about something regionally very different. This may not be a surprise to many of you, but this is now including Q1 this year. The latest paper was published last week on flows. And you can see here that actually the US we're now 10 quarters in a row. We've seen net outflows into ESG funds. So actually it's really just Europe, which has been essentially holding the Atlas holding the world at shoulders for a long time now. And perhaps most worryingly, in Q1, and this is before Liberation Day, as we want to call it, and sort of obviously it includes Trump coming into power, but this is the first quarter that we've seen net outflows globally on record that we've recorded. So it brings back as far as we record. So there is something perhaps slightly concerning here as well. Just very briefly, it perhaps even looks slightly even more concerning if you're either an active manager or you're looking at more active investments. Here in the darker color, you have passive flows in Europe. Now we're zooming into Europe to understand the flows a little bit more closely here. And actually you can see that if you took out passive, which is an area of the market which has been just growing in size in general, things look even bleaker for the active side of the industry. Here you can see it's a slightly more complicated graph, but essentially you've got the flows into sustainable funds in the sort of dotted green line, and you can see here it's just going negative for the first time. But this graph really shows the backdrop also of flows going into conventional funds. So it really is starting to diverge quite significantly as well here. And again, looking at other basic metrics, we can see this is the number of fund launches, sustainable fund launches globally. And you can see it's since 2022, it's really just been dwindling and dwindling and dwindling. I don't have the closures on this same graph, but for most of these quarters, not all, for most of them, you'll find more closures than funds opening. Now, you can argue this is just part of the maturity of the market. How many sustainable funds do we need? Once you've covered the core building blocks, you start to get a bit more creative with the types of fund that you're launching. And it's like firing mud at a wall. Some of it will stick, some of it won't. And you start to get a bit more adventurous. So to some degree, it's understandable. This is from a fantastic paper by my colleague Lindsay Stewart, who looks at engagement. And essentially, this is looking at the US. Unfortunately, we don't have quite good enough data just for Europe. But this is looking at shareholder resolutions
through time. And in pink, we have anti-ESG shareholder resolutions. So you can see that over the years, the number and percentage of anti-ESG shareholder resolutions, we're talking about stewardship, has been growing. But if we're looking for sort of crumbs of encouragement, we can actually see this line here is the support for those resolutions. So there's more resolutions being brought, but actually they're not really being supported, which is perhaps a positive thing. And so the question is why? Well, I touched on it a second ago. There is an argument that there's just a natural maturity in the market. There's an argument that's sort of a correction. I actually sit technically on the passive research team, so I deal with all of the major sort of ETF providers in Europe. And I was chatting the other day with them, and they said, look, this wall of money that we saw flowing in is sort of a one-off thing. It's providers. It's a one. You can press that button once. It's people reallocating away from ESG. Once you've done that, that's already happened. There isn't, most of those decisions have already been made, and that money is already sort of transferred. And that's just part of the maturity of ESG investing in general. Why else? Well, performance hasn't been great. You can see here, you don't need to read all the numbers. Essentially, we've got some sort of Morningstar categories here, some of the popular Morningstar categories. And you can see ESG and non-ESG performance, sort of average performance from 2019 to 2024. And green means that ESG outperformed, and orange means that ESG underperformed in that year. On average, asset weighted performance figures. And you can see in the first 3 years here, you have lots of green, but in the last 3 years, performance hasn't been great over most years in most categories for ESG. So that's clearly a driver of this. So why? Well, we can touch briefly on political things. I'm sure you are all quite read up on what's going on in the US. Over the years, we've clearly seen a backlash against ESG in the media. Here are just some examples. Greenwashing in Europe, it's less of an ESG backlash, it's less of an actual sort of anti-ESG sentiment, I would say. But it is more criticizing the approaches to ESG that are out there. So greenwashing, for example, whereas in the US, it is literally anti-ESG. Right? So we work for a US company. I can't go into too many details, but this was in the good years. This was in the Biden years. I remember a story we were publishing a paper in the US, and we found out that one of the big asset owners had a really great ESG profile. And we said, right, we're going to feature them in this paper. And we reached out to them, and they came back with their lawyers and said, we don't want to be associated with this. So this is before all of the Trumpian aggression and the sort of legal challenges and such forth. This was literally, days. This is a company saying this is exactly at the same time as every single company in Europe wanted to be seen as the most green, the most ESG. You're literally a company saying they were doing ESG things, they just didn't want to be projecting that. So there clearly is a tale of two regions here, and that seems to continually, we expect that obviously to continue. There are certainly cultural differences. However, the US and US equities and US fixed income and such forth are clearly big parts of all of our portfolios, either as individuals or on behalf of clients. And if these funds or if these stocks or these companies that have ESG credentials are being targeted, or they're likely to have reduced growth profiles, it's your obligation as well to reduce exposure as well. So, and finally, I just want to touch very briefly on regulation. I'm not an expert, but I would say this is a bright spot, particularly for Europe. Some of you may be familiar with sort of the Article 8, Article 9 disclosures. There was a little bit of chaos that went along with those. How is it enforced? What does it actually mean? There was a lot of scrambling around, I can tell you, on the fund providers' side, and actually didn't really solve what market wanted. So here's just there was a consultation. There was an ongoing consultation in Europe with SFDR, and essentially this, you need to read it, but essentially
the feedback from users or investors is they want not just disclosure, you actually want labeling. We want to have minimum standards to combat greenwashing. You can see to some degree this coming through in the ESMA naming guidelines. So funds now, by the end of May, I think, or 20th of May, all funds that have these names in their funds have to meet minimum criteria. And I think it's a very positive step. It just really helps set the guardrails, essentially, and it does meaningfully help address the greenwashing concerns that we had. I will say there are a lot of headaches. Again, there's a lot of funds that are changing names. There's tweaking their strategies to make sure that they can fit this. But there's actually a bit of a grey area. There are quite a number of funds out there that are light screened ESG and actually don't meet these criteria. So they have to take ESG out of their name. So there's a bit of grumbling on the asset manager's side that said, okay, well, what do we call it then? Like, what is ESG that isn't ESG? So anyway, I think that's positive. And I would leave the sort of, if we're going to end on a positive note, I would just argue that the issues that we have aren't going away. If anything, they're even more acute than they have been. And we need to address these. And that's clearly something the market needs to be involved with. So actually, as an investor, the opportunity now is even better when we saw all those flows flowing in. The valuations are better. And we still have the problems to solve. So that's all I wanted to say today. So if we have any questions. Good to end on like a positive note. Any questions? Yeah. Hi, Adam Gordon, advisory across the US and Europe. And I have a lot of thoughts and questions, and I really appreciate this. So much of this is the asset classes being defined still, and the standards aren't really there. How much of this, in your perspective, professional perspective, is this really a refinement of the asset class versus, in the standard setters, so the ratings and ranking organizations really refining what this looks like in the legislators, versus the ESG as a successful lens for understanding performance? Because overall, when you're looking at quarterly performance versus long-term performance, there's going to be some difference. Yeah, okay. So I present a lot on all sorts of different topics, but when it's ESG, the question you always get is, but so-and-so, Sustainalytics says this is ESG, somebody else says this is ESG. I've always come back and said, look, it's a market. You choose, there isn't one ESG. And so what we've tried to do here is to aggregate everything together to tease out the broadest of takeaways, really. But really, when we talk about ESG, it's so different than what it could be. And yes, it's a bit, we've gone through this period of hype and enthusiasm and outperformance, and then we've got this, everyone's getting depressed and such forth now. It's suddenly, everything's terrible, etc. That's just the nature of the markets as well. Look, any of us that are investing in ESG, it should be for longer periods. This is, if there is an alpha, if there is a risk-adjusted benefit here, it isn't over 2 weeks, it's not over 1 quarter, it's not over. This is, you're trying to capture something here that the short-termism of the market actually doesn't well at. I will say that the performance figures are driven by things that we all see. We've all seen play out. We've seen the rise of defence stocks, which are generally not included. Now there's a debate whether some should be included and how they should be included in ESG. But clearly also the Ukraine war happened, energy prices spiked, and traditional energy stocks did exceptionally well, and of course they're also excluded. So there are generalizations that you can tease out, and under certain market conditions they will do well. So I still think it's fundamentally, if you believed in ESG 3 years ago, there's no reason why you shouldn't believe in ESG now. Thank you. Great answer. Any other questions? And I think we'll just, is there another question? Just applaud.
næstur á sviðið Vignir Þór Sverrisson. Vignir þú ert hérna aftur hjá Íslandssjóðum og þú ert, hvað aftur titillinn? Fjárfestingarstjóri. Takk, ég datt aðeins út. Hann hefur starfað hjá fjármálageiranum í 26 ár, lengst af við eignastýringu. Hann starfar í eignastýringu Íslandssjóða og að stýra fjármunum fyrir lífeyrissjóði, einstaklinga og lögaðila. Velkomin á sviðið. Takk hérlega fyrir. Eins og Hafdís fór með ykkur út úr Excel-skjölunum, þá ætlum ég að taka ykkur aðeins inn í þau. Þannig að það starfið mitt undanfarin 26 ár og sem að ég var eiginlega fyrst svolítið hissa og ég skyldi verið beðinn að tala hérna. Þannig að ég hef verið svolítið gagnrýninn á regluverk og ákveðna reglugerðir sem hafa komið og ég ætla kannski ekkert sérstaklega mikið að breyta því en við ætlum að fara kannski yfir bakslagið af hverju og okkur þetta á ekkert endilega að koma okkur óvart. Fyrir mér ef við setjum þetta upp þá þetta í rauninni tvenns konar barátta. Við erum með baráttuna annars vegar vestanhafs þar sem við erum með Bandaríkin og við sáum það bara í tölunum hjá Kenneth, útflæðið þar og svo erum við með Evrópu sem meira að horfa á að þetta sé hluta þeirra stefnu og þeirra eignastýringu. Og við sjáum það best fyrir að bankastjóri Standard Chartered segir bara að þetta war on woke, þetta bara good business hérna í Evrópu. Og ég nota Standard Chartered að því að þeir voru stuðningsaðilar í Liverpool tíma þannig að þeir voru að vinna titilinn helgina. Takk fyrir það. En erindi mitt í dag, við ætlum að fylgja svolítið með Evrópu og Bandaríkjunum og við ætlum aðeins að kíkja aðeins á söguna og ég næði að taka sem því miður megni að vinna sögunum minni að þinn líka, sem kannski svolítið skemmtilegt líka. En ef við horfum á, nú ætlum ég að fara inn í Excel-skjölin, ég á hlutabréfa þróun og hlutabréfa verð. Hérna sjáum við S&P og svo Eurostoxx 600 vísitölurnar í sinni mynd frá 1990 til fjármálahrunsins. 2008. Það sem var áhugavert að vera að stýra fjármunum á þessum tíma og bara nota bene, ég byrjaði cirka hérna, þannig að byrjaði nánast í einu hruni og að það sveifluðust bara eins. Það var sama að gerast að báða mörkuðum. Það skipti ekki máli, bara fjárfestir og eitt af því besta sem ég gerði þarna á þessum tíma var þegar ég var að fjárfesta í Evrópu á undirviktaði Bandaríkina því að dollarin var að veikjast. Það var bara frábært. Einföld aðferðafræði. En svo gerðist eitthvað eins og við hér horfum hérna á hrun á Íslandsbanka hérna við hliðina í húsið farið en það gerðist eitthvað 2008. Frá þeim tíma að þá voru viðbrögð við fjármálahruninu gjörólík. Bandaríkin sögðu að miklu leyti við ætlum að stíga bara bensíngjöfuna, við ætlum að kaupa tilbaka alla vondu eignirnar, við ætlum að keyra kerfið áfram, við ætlum að skuldsetja okkur og við ætlum að koma því þannig á. Evrópa tók það sem ég kallaði svona þýsku leiðina og sagði við ætlum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að þetta kom ekki fyrir aftur. Sama hvað það kostar. Erindi mitt í dag ekki bara gagnrýni og ESG eða annað, heldur þetta í rauninni reglugerðirnar líka. Ég ekki bara gagnrýni ESG, nota bene kannski endilega slík, en ég ákvað samt að taka allar helstu reglugerðir sem Evrópusambandið hefur sett og setja þær upp á línuna. Annars vegar ESG-reglugerðir og svo aðrar íþyngjandi reglugerðir sem hafa verið setta fram á þessum tíma. Og ég ekki að segja að þetta hafi ekki verið gert í Bandaríkjunum, með þess að Basel-reglurnar hafa alveg farið inn í Bandaríkjunum, bara það hluti af félagunum þar sem þurfa að fara eftir þeim, ekki allir. En við sjáum að þetta smá umhugsunartími og svo byrja svona reglugerðirnar að koma og suma þeirra hafi verið það íþyngjandi, til dæmis eins og fyrir bankana hér, að ég má ekki þegar ég tala við kúnnuna veita honum fjárfestingaráðgjöf, en maður spyrir mig sérstaklega, en kúnni minn getur farið inn á verðbréfatips og fjármálatips og fengið allt milli himins og jörðar þar, en ég má ekki segja neitt sem fann maður í fæðinu til 26 ára. En þetta hefur áhrif á hlutabréfaverð í Evrópu, en hlutabréfaverð ekki allt. Og ef við horfum á bara hlutfall Evrópu af heimsbúskapnum, og við séum þetta sérstaklega árið 2010, þá Evrópa og Bandaríkin cirka jafn stór hluti af heimsbúskapnum. Staðan í dag að Bandaríkin eru cirka 50% stærri heldur en Evrópa. Og þarna verðum maður að horfa á, það eitthvað mismunandi sem verður gert þarna. Og þá komum við það, og ég sagði áðan, reglugerðir, ekki ESG-reglugerðir, en reglugerðir hafa hamlað efnahagsvexti í Evrópu
svo munar. Hér er mynd sem sýnir fyrirtæki sem eru yngri en 50 ára með yfir 10 milljarða market cap í Evrópu og Bandaríkjunum. Mér finnst svolítið sláandi að sjá það að í landi þar sem eru færri íbúar heldur en eru á Evrópusvæðinu, þar séu öll fyrirtækin og meðan Evrópa er bara með sín svona nokkur stór fyrirtæki sem hafa komið. Þetta segir mig, það er eitthvað í umhverfinu þarna sem er að breytast. Hefur breyst sem hefur orðið til þess að Evrópa hefur setið eftir. Og núna er mikil umræða eins og GDPR-löggjöfin og annað, en það er alveg meira til. Við til dæmis hjá Íslandssjóðum könnuðustu fyrirtæki sem vorum eins og skoða, þeir voru að leita fjármagni til þess að halda áfram frekari uppbyggingu og komast inn á Evrópumarkað. Fengu nýtt fjármagn inn, fyrsta sem að nýju fjárfestar sögðu við þau, gleymið Evrópu. Farið inn í Bandaríkin. Af hverju? Bara einfaldara. Miklu minna regluverk. Þess að virðist vera þannig að helsti og stærsti iðnaður í Evrópu er reglugerðiðnaður. Og þetta er eins og gamla orðatiltæki er aðeins að breytast núna. America innovates, China replicates, Europe regulates. Ég vil bæta einum aukamanni hérna inn, sem er íslenski gullhúðaði maðurinn, sem að tekur allar Evrópureglugerðirnar og bætir aðeins onaðar. Og það er ekkert þetta gott fyrir okkur. Nú er ég svona að tala kannski svona þessa þróun og reyna að setja eitthvað hlutabréfaverð saman, en hlutabréfaverð er ekki allt. Og þetta segir bara hluta af sögunni. Það sem ég langar núna er að fara með okkur í annað ferðalag, ekki hlutabréfaverð, heldur umhverfið sem við höfum verið að búa við á þessu tímapunkti. Það er þannig að vextir frá 1990 hafa nær statt og stöðugt verið að lækka. Allan tíma. Það er til nýverið. Verðbólgan, í 12 mánaða taktu verðbólgu, hann hélst nokkuð stöðugur á þessum tíma. Svo kom verðbólguskotu og það er rosalega auðvelt að setja ýmsar reglur og reglugerðir fram í umhverfi þar sem vaxtastigið er lágt og fjármagni kostar ekki neitt og verðbólgan er lág. Og bara til mínu ferli þá var ég að stýra til mig hefur verið að stýra skuldabréfasöfnum í erlendu skuldabréfum. Það að ákvörðun mín í alvörunni á tímabili hafi verið á ég að borga þýska ríkinu 0,7% fyrir að geyma peningi minn eða á ég að borga austurríska ríkinu 0,5% fyrir að geyma peningi minn. Ekki að þeir voru að borga mér, heldur ég var að borga þeim. Þetta skekkir allt og þetta gerir svona umhverfi fyrirtækina rosalega auðvelt þegar fjármagnskostnaðurinn er rosalega lágur. En svo gerðist eitthvað. Það sem gerðist meðal annars á þessu tímapunkti sem við höfum verið núna og verið að fara í gegnum er að skuldir þjóða hafa verið að aukast verulega. Hérna sjáðu skuldahlutfall í Bandaríkjunum frá 1996 og í Evrópu og við sjáum að þetta er hlutfall af þjóðarframleiðslu, þannig við sjáum það að Bandaríkin gáfu hressilega í og Evrópa ákvað að fara aðra leið og fókusa meira á aðhald og að passa upp á kerfið. Ég veit alveg í hvaða stöðu ég er tilbúin að vera í dag og við sjáum það sem er að gerast í Bandaríkjunum núna, það er meðal annars vandamálið út af þessari skuldasöfnun, en við sjáum líka viðbrögðin í COVID að skuldir Bandaríkjanna jukust rosalega sem að partur af viðsnúningi þeirra á hlutabréfamarkaði þeir senda $1.500 ávísanir til fólks. Það vissi ekkert hvað átt að gera við það, voru engar búðir opnar, þannig að fóru að fjárfesta. Reddaði markaðnum en reddaði ekki skuldahlutfalli landsins. Og í dag er þetta orðið þannig í Bandaríkjunum að útgjöld til vaxta, gjalda eru meiri heldur en útgjöld til varnarmála. Og þetta er það sem Donald Trump er að reyna að laga. Það er alveg einn í annan fyrirlestur að fara yfir það, hversu gáfulegt mér finnst það og aðferðafræðin. En ljóst er allavega að skuldastaðan hérna í Evrópu er töluvert betri. Þá er svona þetta spurning sem og ástæðan fyrir sem kom mér ekkert sérstaklega óvart af hverju sem mótbyrjir núna. Sáum áðan Kenneth tala flæði fjárfestingana, meira í Evrópu, minna í Bandaríkjunum.
En Evrópa byggði í raun efnahagslega vegselt sína á ódýrri orku frá Rússum og ódýrri framleiðslu Kína. Og nú komið viðskiptastríð og stríð í Úkraínu og það verið með fólksflutninga og allt setur þetta press á kerfið. Við sáum nú bara hvað var að gerast í gær í Portúgal og Íberíuskaganum, hvað orku innviðir geta verið viðkvæmir og hvað geta haft mikil áhrif þegar þetta alveg út. Og í stríðinu í Rússlandi að þá hækkaði raforkuverð verulega í Evrópu og hvað er það sem gerist þá? Þá hækka hlutirnir, þá verður verðbólguskot. Sama með fæðuna, þá var verðbólguskot. Sama núna við erum að sjá í Bandaríkjunum, við sérstaklega einangra þar, viðskiptastríðinu, það verður verðbólguskot. Þannig að þess að lækkun í verðbólgutakti er ekki það sama og verðbólgan að lækka. Það þýðir bara að hækka minna. Það sem gerist í Evrópu er búið að vera, og það sem ég ætla að biðja ykkur sérstaklega að taka eftir, er að þegar þú ert að kaupa vörur hér í þessari verðbólgutölu, og það hækkar svona, þá finnur þið fyrir því á buddunni. Við Íslendingar erum sérstaklega góðir í þessu, ef nema við náum alltaf að hækka launin leið. Evrópa nær því ekki. Við erum alltaf hérna, kjaramódelið okkar er sirka svona, gengur rosalega illa í landinu, verðbólgan er há, við þurfum hærri laun. Svo er önnur tíð, það gengur rosalega vel, fyrirtækin er hagnast, við þurfum hærri laun. Þannig að eini fastin í íslensku efnahagskerfi er að við þurfum hærri laun. En ég held að þetta sé eitt grunnpunkturinn meðal annars af bakslaginu í dag. Þannig að raforkuverð er ennþá nokkuð hátt í Evrópu. Og á sama tíma og raforkuverð er hátt, þá er Kína að keyra upp kolavinni sín 2 á viku og myndið sem að pirrar fólk og almenning er okkur er ég að borga svona mikið fyrir orku og okkur er ég að reyna að hafa einhverja umhverfisvitund þegar Kína og Indland eru bara að menga miklu meira en ég skipti ekki máli. Þetta er alveg eitthvað sem við þurfum að berjast gegn í þessu. Þess að málið, þetta snýst allt bæði, klæði, húsnæði. Það er bara þannig. Fólk er pirrað þegar hefur áhrif á budduna. Þess vegna Trump-kosinn, þess vegna sáu Bjarna Ben fyrir síðustu kosningar koma fram og segja verðbólgan er að koma niður, umhverfið til þess að lækka vexti. En verðlag var búið að hækka svo mikið. Og fólk sagði bara, ég nenni þess ekki lengur. Ég ætla að kjósa eitthvað annað, gefa ykkur öðrum séns. Trump vann svona og það er það sem að buddan, þegar þetta fyrir áhrif á budduna, að þá verður eitthvað bakslag, þú ferð að benda á eitthvað. Hvernig eru þetta að benda á? Reglugerðir. Hvað eru reglugerðir? Hvað er mest umtöluðu reglugerðirnar? ESG, ok, er það réttmætt? Nei, það er ekki réttmætt, en það er það sem fólk gerir. Þess vegna er mótbyrinn. Og ég segi, er þetta mótbyrði eða endurstilling? Mér finnst rosalega mikið af villandi fyrirsögnum í gangi. Til dæmis hérna bara BlackRock, JP Morgan, State Street eru hættir að vera með ESG. Búin að fara út úr þessu. Nei, þeir sögðu þessu úr þessu vissulega, en þeir eru áfram að bara vinna með sína aðferðafræði og þeir sögðu þessu meðal annars út úr þessu Climate Action 100 vegna þess að upplýsingagjöfum var svo íþyngjandi að því að kerfið var orðið svo þungt að þeir áttu erfitt með að taka sjálfstæðar ákvarðanir fyrir utan samtökin. Þannig þess vegna sögðu bara burt, við verum að gera það besta fyrir hluthafann okkar. Þannig það er gagnrýni sem á rétt á sér og það er aftur gagnrýni á reglu og skýrsluverk. En ESG er ekki að fara neitt. Ég hef talað við marga sjóðstjóra og þeir segja bara einfaldlega að við elskum upplýsingar. Upplýsingarnar eru góðar og þetta er hluta á okkar áhættustýringu. Ég er sammála því. Ég vil fá að vita hvar áhættan minn liggur þegar ég er að fjárfesta í fyrirtæki. En spurning hvað þetta mun kallast eða hvort það verið allar þessar stofnanir sem mun sjá þetta, en fyrirtækin og eignastýringarfyrirtækin, þau elska þessar upplýsingar. Þetta eru upplýsingar sem við viljum hafa, af því þetta hjálpar okkur að vita rekstrar áhættu fyrirtækis. Þannig að ég veit að ég er svona aðeins komin á tíma þarna, en mér er bara rauninni það sem ég segja, er að reglugera pendulinn að sveiflaðast of langt. Hann er að koma aðeins tilbaka, hann finnur jafnvægi og jafnvægi kannski þarf að koma með hjöðrun í verðbólgu, betra umhverfi, þegar allt hlutinni jafna sig, að þá verður þetta aftur betra. En fyrirtæki munu fara sína leiðir og við sjáum það núna að bæði Draghi-skýrslan og nýjustu omnibus-tillögurnar eru skref rétt átt til að svona afregluvæða í rauninni efnahagslega sjálfsmorið sem að Evrópa var að stefna í. Þannig, er það ekki jákvæðu nótunar eða?
bara glæsilegt. Takk hérlega fyrir. Bara kjarnýrt og grúndýrt. Ég ánægð með þetta. Einhverjar spurningar? Ég út að vera einhverjar spurningar eftir svona pompu. Ég rat út. Já, frábært. Þetta líst mér á. Það ekki aðeins að grilla uppi hérna? Jó, hvað ykkur mér? Bara hérna, bara teka út í margt sem kemur fram þarna, en kannski eitt sem þú nefnir og ég er sammála að fjármálakerfið þarf upplýsingar. Já. Og eitt af því sem við sem vinnum í geiranum og spennt fyrir að þá áttum núna að samræma reglur. Upplýsingagjöfin væri í rauninni sambærileg, þannig að fasteignafélag A væri beitt sömu upplýsingar og fasteignafélag B. Þannig að ástandi hefur verið þannig að fasteignafélögin hafa birt bara mismunandi hætti, þannig að engin leið að bera saman epli og epli. Og núna svona eins og staðan lítur út með Omnibus er að þetta samræmda reglur með upplýsingagjöf virðist vera að breytast með það sem ég hélt. Þá svona velti ég fyrir mér fyrir þig sem greinandi og eignastýringar hvernig sérðu fram á að ná í þessi gögn og krysta gögnum til þess að eiga betra ESG risk assessment ef að það ekki staðlar, það ekki eftirfylgni og það ekki svona gæða kröfur á þessu. Já, það raun bara reynir á okkur sem erum að sýsla með þetta dagstæðilega að komast í gegnum þetta. Ég meina, við tölum bara eins og á erlendum mörkuðum, það ekki allir sammála það. Ég með 2 ESG sjóði og þeir eru jafnvíktaðir í öllum atvinnugreinum með sitt hvort fyrirtækin. Einhver eru útilokaðir í hinum ekki. Og svo eru verið inn á corporate basis eins og hérna heima. Ég veit ekki, þetta verður bölvaðar frumskógur og ég er mjög ánægður að vera ekki hlutabréfasjóðsstjóri, allavega í dag þurfa að vera með þetta. En auðvitað þarf einhver samræmi, en svo vatni finnur sér leiðir. Aðilarnir finna sér aðferðafræði við að sinna þetta. Alveg eins og erlendu fyrirtækin eru að gera. Það ekki allir með sömu ESG-fræðina, en allir hrifnir af upplýsingunum. En þeir bara vinna úr þeim og meta það á mismunandi hátt. Og það svolítið kannski eins og landsbréfið eða Landsbankinn mun gera eitt, Arion annað og við kannski þriðja hlutinn í hvernig við notum þessu upplýsingar. En ég held á endanum mun allir nota þessu upplýsingar af því að þetta eru góð tól í ákvörðunartöku. Þannig að ef það svarar spurningunni, eins og ég hlakka ekki svona, hlakka sjaldnast til þess að vera að blaða mig í gegnum svona, en það þarf að gerast. Bara mjög gott svar. Takk fyrir. Allavega ætla ég enda þetta á þessum nótum að ESG ekki að fara neitt. Það þörf á þessum upplýsingum sama í hvað formi, samkvæmt Vigni, við þökkum honum bara kærlega fyrir. Og síðast en ekki sístur er hann Hafþór Ægir Sigurjónsson. Hafþór er með doktorsgráðu í orkuverkfræði á DTU og leiðir sjálfbærniteymi KPMG á Íslandi ásamt loftslagsráðgjöf KPMG á Norðurlöndunum. Hann hefur unnið í sjálfbærnimálaflokknum í áratug. Svo er Hafþór, þú tilbúin með mikrofóninn? Ég má bara gott að klappa með hann. Takk fyrir og takk fyrir þessi flottu erindi. Það er mjög áhugavert. Ég ætla að fá að ljúka þessu á í raun og veru svolítið stóru topiki. Það er raun og veru hverjir eru afleiðingar bakslagsins fyrir fyrirtæki fjárfesta og samfélagið. Og þetta er náttúrulega mjög stórt topik og erfitt að kannski ná utan það í heild á 10 mínútum korteri. En ég ætla að reyna og kannski út frá einum ákveðnum vinkli. Ég set þessa mynd upp að því við bara kannski lýsa ágætlega svona sjálfbærni menginu. Við erum að horfa á náttúrulega þessar 4 víddir oftast. Þetta eru stjórnarhættindir, þetta eru hagsaldinn, þetta er fólkið og þetta er jörðin okkar. Og þá veltum maður fyrir sér hvað er bakslagið. Í raun og veru bara mjög góð punktur hjá Vigni varðandi regluverkið og mögulega bakslagið bara regluverkið það sem við erum að sjá. En af því að ef maður horfir á þessi atriði þá sér maður mögulega eins og í stjórnarháttunum og hagsaldinni að þetta kannski, við erum ekki að sjá mikið bakslag þar. Það þykir mikilvægt og eru bara, við viljum bæta okkur þar enn frekar. Það sem við sjáum líka er mögulega þegar við förum að horfa upp á jörðina og fólkið okkar er að það er eins og tvær sögur, Evrópu og Bandaríkjunum. Við sjáum
tiltölulega mikið bakslag í Bandaríkjum varðandi inngildingu og jafnrétti og mögulega bara aukningu þar á komandi árum með allavega stjórnartíð Trumps. Við sjáum líka mögulega einhvers konar bakslag varðandi mannréttindamál, aðalega bara að mögulega fókusinn aðeins að færast frá svona hefðbundnum mannréttindamálum. Við erum að sjá mögulega þróunaraðstoð minnka aðeins, sem aðalega til þá landar sem eru þá með ákveðin mannréttindabrot hjá sér sem þurfa á því að halda. En svo það plánetan og það spurning hvort að það sé bakslag þar. En allavegana bakslag í sjálfbærnimálum hefur áhrif á sjálfbærnimengið í heild og mögulega samt mismunandi milli þessara liða. Hafdís Anna fór bara mjög vel yfir það að áhrifin ekkert að hverfa. Við erum náttúrulega í heimi sem heldur áfram að hafa áhrif á umhverfið sitt og við erum í raun og veru bara auka okkar áhrif, umhverfisáhrif á plánetun okkar. Þessa myndir, ég veit ekki hvort það sé það áður, þetta svona gaman að horfa á þær, þetta svona að lýsa hvernig við erum að ganga á svona þolmörk okkar jarðar og jörðin í miðjunni á myndunum og í raun og veru litirnir að sýna svona hvernig við erum að ganga á ákveðna umhverfisþætti og umhverfisáhrif. Upp eru loftslagsmálin og þau eru mér með hugleikinn og ég vil svona kannski ræða bakslagi í tengslum við það. Ég ætla ekki að fara meira út í að áhrifin eru til staðar og vandamál ekki horfið. Ég held að við kannski þekkjum það flest. Ég held að það var komið inn á það í öllum verðum. Þá langar mér svolítið að horfa á bara áhrifin sem að bakslagi í sjálfbærnimálum og ekki bara endalega í sjálfbærnimálum því að eins og Vigni kom inn á líka, þetta í raun og veru ákveðna vendingar í alþjóðamálum sem að hafa áhrif á sjálfbærnimálum. Við erum að sjá fram á mögulega meiri óstöðuleika og svona samstöðu á alþjóðamálum og vandamála við það náttúrulega loftslagsmálin hafa svona ákveðna sérstöðu. Þetta áhrifin eru glóbal. Við gætum hér reynt að gera allt rosa vel og raun og veru gert allt rosalega vel, við erum fullkomin. En við myndum samt sem að upplifa áhrifin af því sem að Kína að gera, Bandaríkin að gera og bara í raun og veru hvað sem í heiminum. Við munum upplifa þau hér, þó að við sem að gera vel. Þannig að mildun loftslagsbreytinga, sem við tölum rosalega oft í tengslu við loftslagsbreytingar, hvernig ætlum að minnka losun, hvernig ætlum að minnka okkar áhrif, þau eru bara háð alþjóðasamstarfi. Við getum gert okkar með að vera, nota okkar rödd, við getum sýnt fordæmi, við getum líka verið duglega að nýta tækifærin. Það eru tækifæri, meðan aðrir eru að sofna verðinu mögulega, þá getum við stokkið til og verið undan. Við gerum það með í raun og veru sjálfbæra orku og við getum gert það með aðra þætti líka. En mér finnst þetta gaman að vinna með sviðsmyndir þegar ég er að horfa á loftslagsmálin og bara hef aðeins verið að nýta mér sviðsmyndir sem var hannaðar í raun og veru samstarfi Seðlabanka og eftirlitsaðila á fjármálamarkaði sem hafa svona sett upp ákveðnar íbúr á sviðsmyndum til að lýsa því hvers konar áhættur við getum verið að búast við í loftslagsmálum og vanalega eru þær skipt í svona grófum dráttum í tvennt. Það er raunlæga áhætta, það er X-ásinn, það er raun og veru hvernig verður aukning í flóðum, verður meira ofsaveður og annað, verður meiri loftslagsbreytingar. Svo er það uppsóknarásinn sem er þá þessi umbreytingar áhætta. Hversu langt verður gengið í að skrúa niður losunina handvirkt, setja með háa kolefnisskatta og annað. Og það eru nokkrar sviðsmyndir sem ættir að horfa upp á bara hvert við erum að fara í framtíðin og auðvitað eru loftslagsmálin þannig að þetta er langtíma að vinna og við þurfum að horfa svo langt fram í tíman til þess að átta okkur á áhrifunum og áhættunum og oft á tíðum. Við sjáum mögulega sviðsmyndir sem könnustu, current policy, bara staðan í dag, ef við gerum ekki neitt. Þá erum við raun og veru að horfa á raun og veru háa raunlega áhættu í framtíðin.
Og við erum mögulega þá ekki að setja neinar reglugerðir eða kröfur eða hafa kolefnisskatt til þess að handsnúa niður losun. Við munum halda áfram að losa og við munum vera þá að upplifa ákveðnar loftslagsbreytingar. Parísarsáttmálinn svolítið að reyna að halda okkur inn í þessu net zero framtíð eða below 2 degrees sviðsmyndunum og þær eru að sýna fyrir að vera minni raunlega áhættu og tiltölulega litla svona umbreytingar áhættu. Og ástæðan raun og veru það að kröfurnar og raun og veru þessi handsnúningur niður á losun átt að gerast snemma og svona gradually. Og það verður þá minni hörku til að byrja með og þú myndir vinna svona smátt og smátt og hafa minni áhætt þannig. En við erum mögulega bara svona að færast þess upp, af því raun og veru ég held að flestir sjáið það að það kannski ekkert svo mikið að gerast þannig séð. Við horfum áfram á losunina að hækka og vissulega eru ýmsar aðgerðir í gangi en það ekki nógu kröftugar. En svo langar mér að máta mig við sviðsmyndina sem kallast Fragmented World og það hljómar svolítið svona eins og umhverfið svolítið í dag. Við erum að horfa fram ákveðna ósamstöðu í alþjóðasamvinnu og samstarfi og það þýðir raun og veru að mögulega erum við að horfa á verstu sviðsmyndina ef við horfum til loftslagsmála og áhættur í loftslagsmála. Þá að horfa mögulega á sama tíma háa raunlega áhættu og háa umbreytingaráhættu. Og af hverju það, þetta náttúrulega allt á samstarfi eins og við segjum og við getum verið að horfa á mjög svona ósamstillt markmið. Sumir að gefa í, aðrir að draga úr. Við varum að horfa á losun, við erum dregst seint saman. Við þurfum að fara mögulega í aðgerðir sem eru miklu grófari seinna, sem eykur þessu raunlega umbreytingaráhættu. Við værum að upplifa loftslagsbreytingar samt sem áður þó við varum að fara í ákveðnar breytingar mögulega okkar svæði, svo mögulega Kína og Bandaríkin væri kannski ekki að fylgja með. Þá væri kannski meiri þörf á að minnkun í okkur sem myndi hafa minni áhrif. Þannig að þetta svona kannski sviðsmyndi sem langar svona þess að máta mig við núna og þá raun og veru eins og ég segi versta sviðsmyndi fyrir bæði loftslagið og svona efnahagslega stöðugleika. En hvað þýðir það fyrir okkur heima? Og við tölum mjög oft áhrifin okkar á heiminn. Við svona tölum minna í raun og veru áhrif loftslagsbreytinga á okkur og þessa áhættu sem við erum að kannski upplifa núna í meira magni. Ef við lifum í þessum fragmented world, þá erum við bara að fara að sjá fram á meiri loftslagsbreytingar en kannski við vorum að vonast eftir. Við erum að sjá fram á meiri bara loftslagsáhættu almennt. Og hvað þýðir það fyrir okkur? Það var gefin út þessi ágæta skýrsla sem svona fjórða samantekt samantektarskýrsla vísindanefndar loftslagsbreytingar á Íslandi. Það ýmislegt þar sem gott að máta sig við og horfa á. Auðvitað meiri vinna eftir til að greina nákvæmlega áhættur og áhrif nákvæmlega á efnahaginn. En við vitum svona grófu myndina. Við getum horft á mögulega kannski nokkur atriði. Ég ætla ekki að fara í allan listan en við munum svo senda glærurnar á okkur telji eftir fundin. En við horfum bara orkuöryggi og fæðuöryggi og það mögulega líka ennþá mikilvægara núna í okkar svona heimi þar sem við kannski getum minna treyst á nágranna okkar og virðiskeðjur og svona alþjóða samstarf. Við höfum talað oft orkuöryggi og viljum vera þar. Loftslagsbreytingar muni gera það að jöklar muni bráðna hraðar og það muni vera meiri í raun og veru vatnsafl í raun og veru til 2050, svo mun draga úr. Það verða á sama tíma meiri stormar, vindálag og ísing á raflínum og þetta mun hafa það áhrif að verði meiri í raun og veru óstöðuleiki í raforkuframboði, það verður hægt á straumrofi, við viljum sjá verðhækkanir smitast út í aðfangakeðjum. Þetta sem við getum séð. Við gætum líka, ef við erum ekki með puttana boltanum hér, þá getum við verið að glata ákveðnum tækifærum. Við erum náttúrulega búin að grænka okkar raforkukerfi en eins og við heyrum í umfjöllunni, það vantar bara meira. Það vantar meiri raforku.
við varum þá mögulega að glata þeim tækifærum með því að seinka uppbyggingu á miðlunarlónum, vind og vetnisverkefnum sem að myndi þá tryggja orkuöryggi. Það er mikilvægt fyrir okkur að hafa það í huga. Ekki síður mikilvægt er í raun og veru fæðuöryggið og í raun og veru útflutningsgeir okkar, sjávarútvegurinn og við getum séð mögulega ein loftslagsáhrif þannig að hlýnun sjávar og súrnun sjávar hafði áhrif að stofnarnir okkar færast norður. Þá er spurning hver á hann. Og það getur verið tíðari loðnubresti til dæmis. Við getum séð í raun og veru óreglulegur úrkomu og meiri í raun og veru sveiflur í gróðutíma. Og þarna verður þá að horfa á bara sveiflur í fiskafla og innlendri framleiðslu á fiskafurðum. Mögulega verður líka að sjá fram á að við varum að sjá fram á okkur framboðskost líka á ræktun á Íslandi. Þetta kallar bara á þörf á meiri innflutningi á fóður og matvælum. Þetta getum við verið í ákveðnum vandamálum að því að ef það er brestur í virðiskeðjunum, þá getum við lent í áskorunum þar. Við gætum verið að horfa á að missa ákveðin markaðsforslu geðum sjávarafurða og í raun og veru tækifærum til að rækta ný kornmeti og grænmeti. Ég er meðvitaður tímann, tíminn líður það. Ég er með 2 aðrar glærur sem fara aðeins út í áhrifin fyrir fyrirtæki þá, ef þetta er það sem við erum að horfa á raungerast, ákveðna atvinnugreinar og svona sameiginlegar áhrif þvert yfir atvinnulífið. En í grófum dráttum þá er í raun og veru sein viðbrögð við loftslagsáætlun geta leitt til tekjutaps, aukins rekstrarkostnaðar og glataðra vaxtartækifæra. Ég ætla að tala kannski þessi 2 atriði, en allt er nú verið mikilvægt þarna og þetta er ekki tæmandi listi heldur. En mér finnst mikilvægt að huga þessum lið fjárfestingar í aðlögun. Og það er eitthvað sem kannski mögulega við erum aðeins búin að vera hikandi með. Við erum að fara að horfa fram á loftslagsbreytingar ef að þessi sviðsmyndir raungerist og raun og veru ef að flestar sviðsmyndir raungerast. Og þá munum við sjá tjón vegna seinkunar og aðlögunaraðgerða. Við vitum ýmislegt, við vitum nógu mikið til að fara í ýmsar aðgerðir. Og við vitum það, mögulega mun það lenda á sveitarfélögum og fyrirtækjum í auknum kostnaði þegar áföll er stað. Og allt mun það hafa áhrif á fjárfesta og fjármálafyrirtæki. Það er þetta brjótærinn og aðalega fjármálamarkaði niður í ýmsa flokka, en ég ætla nú aðalega bara að minnast á það að loftslagsáhætta í fragmentuðum heimi í raun og veru getur leitt til lægri arðsemi og óstöðugra markaðar og aukins fjármagnskostnaðar. Og við verðum að þá sjá að fjárfestar sem bregðast ekki við munu sjá fram fyrir meiri óvissu og lægra virði eigna ef að þessi sviðsmyndir raungerist. Eitt dæmi kannski, því að tíminn er að renna frá mér. Við gætum verið að sjá að banka og aðrar lánastofnanir að vera aukna vanefndir hjá þessum fyrirtækjum sem fara upplifa mestar áhrif að sig út frá loftslagsbreytingum, útgerðirnar, ferðaþjónustan, byggingar, verkefnum. Við gætum séð eiginfjárskrifa hækka vegna loftslagsþrösku og seðlabankasliðins. Við gætum séð ákveðna orðspors og lagalát ef að bankar lána til brúnna verkefna eða framísækir. Og við getum séð í raun og veru vöxt í að grænum lánum og aðlögunarlánum fari til í raun og erlendra keppinauta. Við erum ekki sjálf með puttar á púlsinn. Leynast tækifæri í bakslaginu. Ég held að þetta hafi verið algjörlega rétt hjá honum Vigni með að bakslagi snúið að reglugerðinni og reglugerðunum og þetta hefur verið bara myndi ég segja bara áskorun fyrir mig persónulega eða allir orkuminni að skilja einhverjar reglugerðir og reyna að veita einhverjar ráðgjöf með það og öll orkan fyrir það, allir rísusarnir sem að fyrirtæki eru tilbúin til að veita hérna málaflokk fara í það að reyna að skilja regluverkið en ekki til þess að upplifa og veru að fara í að vinna eftir virðissköpun eða virðisvernd og við erum að ég tel, varðandi kannski loftslagsmála, við erum aðeins svo ofta horfa á, þetta verður að skapa virði, þetta er virðissköpun,
það eru tækifæri, við þurfum að minnka losun og finna, við þurfum að kaupa rafmagnsbíla og okkur. Það sem er í raun og veru kannski mikilvægara akkurat núna ef við áttum okkur á að við þurfum að passa upp á virðið okkar. Við þurfum að hugsa vinnuna í sjálfbærnimálunum og þá líklega með loftslagsmálunum líka, við erum með ákveðna virðisvernd í þeirri vinnu. Við þurfum að átta okkur á áætlunum og forðast rekstrartruflanir og vera að búa til siglu gagnvart áföllum. Og í raun og veru kannski fyrir þennan hóp þá eru svona listaður upp svona líkir ráðstafanir sem að mér persónulega finnst áhugavert og í raun og veru sem við erum að sjá svona kollega mín á Norðurlöndunum og í Evrópu svona mest að vinna eftir að fara í að skilja áætlunar betur út frá okkur sviðsmyndum. Raunlega áætlun og umbreytingaráætlun, kannski sérstaklega raunlega áætlun. Og horfa á það að átt að sjá hvernig það hefur áhrif á bara tekjurnar og tryggingagjöld og eiginfjárkrafa verðandi þrýsting og grípa til aðgerða snemma en seinna. Það var hægt að horfa á varðandi umbreytingaráætlun að setja inn ákveðið svona innra kolefnisverð, einföld aðgerð í raun til þess átt að sjá í raun og veru hversu útsettir þetta fyrirtæki til umbreytingaráætlun og raun og veru hvetja það viðstöðinni líka til þess að lækka losun og lækka kerfis áætlun til lengri tíma. Svo það bara smá hvatning til þess að fara að stækka vöruframboðið. Það eru tækifæri núna í að vinna sérstaklega verkefnum sem við vitum að þarf að vinna í, burtséð frá að sé bakslag eða regluverkar komið ekki. Við vitum að loftslagsbreytingarnar eru að koma og við vitum að við þurfum að hreyfa við markaðnum og veita í raun og veru vörur sem að ýta við. Þannig að það kannski svona mín lokaorð til hennar hóps að það verður mjög gaman að sjá smá kraft í auknu vöruframboði og dýpri greiningum á raun og veru áætlunum á íslenskt efnahagslíf. Takk fyrir. Við erum eiginlega runnin út á tíma en ef það er einhver með spurningu sem brennur að við tíma fyrir eina spurningu. Sviðsmyndagreiningin áhugaður svona fragmenteraður heimur. Mér langar svona kannski spyrja þá, núna er þetta upphlaup í Bandaríkjunum og þeir virðast vera með sínum aðgerðum svolítið að einangra sig. Eru tækifæri því fyrir aðra þjóðir þá að standa betur saman og þá minna fragmenteraður fyrir vikið? Já, algjörlega. Ég myndi segja það er möguleikar sem Evrópum fara. Það er áhugi fyrir því þó að Omnibus kom, þá var líka verið að hanna nýja reglugerðir eða svona stuðningsreglugerðir varðandi industrial deal til dæmis sem á auka ívilnunar og fjármagn inn í græna fjárfestingar og græna vegferð fyrirtækja. Þannig að það mun alveg vera þannig, en vandamál náttúrulega í raun og veru eru loftslagsmálin þannig og ástæðan fyrir að fragmented world er með bara svona áhugaverð sviðsmynd til að horfa núna, við þurfum einhvern veginn alla. Við getum ekki hort á Kína bara vera að auka svona mikið og við náum að lækka örlítið, þá er bara allur ávinningur farin og ef bandar ekki fyrir sömu leið, þá erum við ennþá verið vandamál. Ein spurning hérna. Já, takk hérlega fyrir góðan fund og ég heiti Eva Margrét Ævarsdóttir og ég er lögmaður á Lex. Og eftir að funda finn ég mig aðeins knúna til þess að taka upp hanskan fyrir alla þessa reglusetningu. Og ég get alveg tekið undir það að Evrópusambandið hefur alveg gengið svolítið hart fram og ég fylgst mjög lengi með þessari reglusetningu og ég verð alveg furðað mig á því hvað þetta hefur í rauninni haldið áfram og hratt. En það má hins vegar ekki gleyma því að eina af ástæðunum fyrir því að það er farið í þessa reglusetningu er auðvitað að þetta var orðið svona dálítið erfiður heimur fyrir þá sem voru í upplýsingagjöfinni. Þetta var ákveðin stöðlun sem eða sem allavega tilraun til stöðluna sem var í gangi. Og grænþvottur var auðvitað líka eina af ástæðunum fyrir því að það var farið í þetta verkefni. Þannig að maður hefur aðeins áhyggjur af því að sá þáttur muni aukast svolítið mikið. Og ég meina, það er ekkert komið inn á þann þátt á þessum fundi, þannig að mér langar bara aðeins að veifa þessum möguleika
ég meina tækifærin til þess munu mögulega verða meiri og maður aðeins hræddur við að þetta bakslag hafi þau áhrif að við sjáum þann þátt aukast, sérstaklega hjá fyrirtækjum sem eru í upplýsingagjöfinni og það mjög erfitt þegar þú ert sjálfur í upplýsingagjöf að draga upp myndina af áskorunum sem eru fyrir hendi og við sjáum alveg í skýrslum fyrirtækja að ég meina tækifærin og þessi fallegu þættir eru miklu frekar dregnir fram heldur en aðrir. Þannig langar aðeins að kannski biðja að koma með nokkur sjónarmið þar, ég meina ráðstafanir fyrir fjárfesta, ég meina þannig eru líka náttúrulega áhættur. Það er áhættur og þetta snýst líka, það eru reglugerðir varðandi bankana og aðra sem eru svona koma með þessar kröfur á þau líka. En ég held að ég alveg sammála, í raun og veru það sem við myndum vilja sjá ákveðna staðla upplýsingagjöf. Það myndi virka vel fyrir alla, að geta talað epli og epli en ekki epli og appelsínu þegar þetta horfa mismunandi fyrirtæki í sama geira. Og ég var alltaf þeirra skoðunar að ok, þetta er öflugt regluverk, CSRD regluverki kannski sérstaklega og EU taxonomy með einhverju til. Að ég hugsa að tökum 2 ár, bara kerum í gegnum þetta, einbyttum okkur þá bara á hlýtninni, náminni og erum komin á allt annan stað eftir 2 ár, erum komin með samhæfða upplýsingagjöf, dýpri upplýsingagjöf og inni í raun og veru ESRS-staflunum var ákveðin krafa á að fara í stefnumótunarvinnu í raun og veru að því þú þurftir að upplýsa hana, fara í ákveðna aðgerðir að þú þurftir að upplýsa aðgerðirna þínar á mjög svona skýrmerkjum hætti og þessi krafa staðfestingu náttúrulega gerir það verkum að veru minni á þetta á greenwashing og í raun og veru öruggari upplýsingar fyrir fjárfesta og aðra til að taka inn í sína greiningar. Þannig að ég alveg sammála, þetta ekkert endilega það jákvæðasta, en svona staðan og ég vona bara að þetta verði einföldunin sem mun koma á ESRS verði skynsum og eðlileg þannig að þetta hefði kannski fáið meiri stuðning að keyra í gegn fyrir minni fyrirtæki. Það verður mjög erfitt ef við endum með það stöðu sem að tillögurnar eru núna fyrir okkur á Íslandi að í raun og veru verður bara örfá fyrirtæki sem að þurfa að uppfylla þessa kröfur og þá verður þetta mögulega bara svona valkvæð upplýsingagjöf sem óháð staðfestingu og annað sem að við erum komin á kannski sama stað og áður en að við fórum í þessa vegferð. En það þarf ekki vera að þetta verði bara 1000 stöðugildi í lokin og í raun og veru það sem við heyrðum á fundi sem var hér líka fyrir mánuði síðan eða tæpum frá ráðuneytinu að það ekkert endilegt að við munum innleiða þetta samahátt. Kannski Guðlúnar maðurinn að hugsa núna hvernig hann geti nýtt sína krafta. Og það við getum endað það, en við raun og veru akkurat núna vitum við ekki alveg hvernig hlutinni verða. En það sem kannski ég vil segja, við gerum allan það sem við vitum að make sense. Og það mögulega þessi atriði. Því við vitum að loftslagsbreytingarnar allavega eitthvað sem að koma og þetta áhætta. Og við gleymum því svolítið þessari raunlega áhættu ekki bara út frá að það flæði inn í kjallarana á einhverjum byggingum, heldur líka bara rekstrartruflunum á flugvöllunum, brostbrestur í virðiskeðjum, við erum náttúrulega eiga og flytjum mest magn af okkar bara öllu raun og veru inn og það þarf að ganga vel, til okkur líði vel. Frábært, nú þarf ég eiginlega að stoppa þetta, við erum komin aðeins fram með tímann en þetta var virkilega góður fundur og ég held að þessar umræður hafa líka bara verið mjög góðar. Það gott að við erum ekki einhvern veginn öll sammála eða út í okkar hornum. Ég held við séum kannski með þessu að koma í veg fyrir einhvers konar skautin. Þannig að ég þakka kærlega fyrir okkur í dag.